Wonderful to be here again. Dásamlegt að vera með ykkur hér aftur. You know, it's been many years now. Það liðið nokkur ár síðan ég var með ykkur síðast. And actually, it's not my fault. Og það ekki mér að kenna. And it's not your fault either. Og ekki ykkur að kenna heldur. It's the devil. Það bara djöfullinn. Because I've been actually, I'll share a little bit here first. Ég ætla aðeins að deila með ykkur í upphafi. I've been very sick. Ég búinn að glíma við mikil veikindi. You know, 2 times. Tvisvar í tvígang. I was close to death. Þá eigði ég dauðan. Over these past 5 years. Og síðastliðin 5 ár. I've been here 6 years ago. Ég var hér fyrir 6 árum síðan. And then I was planning to come back. Og ég var alltaf með áætlunum að koma tilbaka. And I couldn't come. En ég gat ekki komið. Because I got sick. Af því að ég veiktist. I was attacked by an aggressive cancer. Og ég fekk bara krabbamein, já, hvað segir maður, aggressíft krabbamein? Krabbamein? It's a word from but the God, devil. Sorry? It's a word from the devil. Okay. But the Lord helped me. En Drottinn bjargaði mér. I didn't die. Ég dó ekki. So he brought me through that. En hann færði mig í gegnum það. And then I was well a couple of months. Síðan var ég ágætis heilsu í 2 mánuði. And then I got hit. En síðan var ég aftur fyrir veikindarhöggi. In my heart. Og þá var það hjarta. I have had some heart issues. Ég búinn að glíma við hjartavandamál. And going in and out in hospitals. Og búinn að vera inn og út af spítölum. And they saw that there was something wrong with my heart. Og þeir tóku eftir að það var eitthvað að hjartanum mínu. And they had this beautiful medical term for it. Og það var þessi yndislegi læknisfrasi sem þeir höfðu fyrir þetta. And 2 times this happened. 2 times this happened. 2 gånger hände det. Ja, och þetta hefur gerst í tvígang. First time and a second time also. Í fyrra og síðara skiptið. And the doctor said, Stefan, you have a broken heart. Og þeir sögðu, Stefan, þú hefur brostið hjarta. And I told the doctor, yeah, I know that song. Já, ég þekki það lag, sko. You know, we were singing that song when I was a kid, you know. Við vorum að syngja þetta lag þegar ég var táningur. He died for me with a broken heart. Hann dó fyrir mig með brostið hjarta. Yeah, so I was, you know, honored. Þannig ég tók þetta bara sem heiður og... And a broken heart works like this. It's like the heart expands. En brotið hjarta það virkar þannig að hjartað þenur sig út. Like a balloon, you know. Það stækkar eins og bláður. And then it goes back again. Og síðan hjaðnar það aftur. So they said, you just have to rest and take it easy. Þeir sögðu mig, þú þarf bara að hvíla þig og taka því náðsamlega. So I did that. Og þannig ég gerði það. But then I was hit again. En síðan var ég fyrir öðru höggi. The 3rd time. Í 3. skipti. And this was now in this spring. I felt there was something wrong again. Og þetta var svona með vorinu og ég fann að það var eitthvað í ólagi. In August. Og það var í ágúst. I had a real major heart attack. Þá fekk ég alvarlegt hjartaáfall. And then they went into the heart. Og þá fór ég í hjartaaðgerð. And they saw that heart attack. Og þeir bara sáu... But then they also discovered... Það blasti við þeim að þetta hjartaslag og þeir tóku líka eftir öðru. That half of my heart... Að helmingurinn af hjarta mínu... Was damaged. Væri skadað. So I make fun of that. Og ég geri bara grín að því. I lived a half-hearted life. Ég lifi bara hálfu hjartas lífi. But now I'm wholehearted. En nú ég af heilu hjarta. So I don't really understand how I could live like that. En ég skil ekki einu sinni hvernig ég fór að því að lifa af slíkt. Neither did the doctors. Ekki heldur læknarnir. So they told me, how is this possible? Þeir spurðu bara hvernig þetta mögulegt. But so I praise, actually thank God. En ég bara lofa Guð. That they discovered this. Að þeir uppgötuðu þetta. So then they fixed this is in August. Og þetta var í ágúst. They fixed this minor thing.
Og þeir löguðu þessi smarri And atriði. they left the big damage. En þeir gerðu ekkert í stóra skaðan. So they told me we couldn't do anything. Og þeir sögðu mig við gátum ekkert gert það. Because it demands specialists and it's a risky operation. Þetta áhættusöm aðgerð sem þarf sérstakan So sérfræðing they just til. left me with strong medicines. Þannig að mér var bara gefin lyf. And from August to November, Og frá ágúst til nóvember. I've been, everybody say, Þá var ég svona, Yes, exactly. I've been so sick and so. Og þá hef ég bara verið frekar veikur. But then in November, En síðan í nóvember, or actually in September, eða í september, they told me that we will take the risk og þá sögðum við ætlum að taka áhættuna. and go into your heart and try to open it Og við ætlum að, það verður opin hjarta and repair the damage. og lagfæra skaðan. Even though it's a risk, Jafnvel þó þrátt fyrir áhættuna. but the benefits are so much greater. En það meiri hagnaður og meiri gæði So they took í niðurstöðunni. They took a calculated risk. Og þeir tóku meðvitað ákvörðun. Brought in a specialist from Germany. Og þeir flugu inn, það var þýskur sérfræðingur. And he was like almost the Holy Ghost, you know. Hann var bara eins og heilagur andi. Because I never saw him. Ég sá hann aldrei. But I heard them talk to him. En ég heyrði þá tala við hann. This is an old man. Þetta var eldri maður. And he's very specialized. Og hann á sérsviði. Maybe had shaky hands or I don't know. Ég veit ekki hvort hann var með skjálfhendur. But I heard because I had to be awake. En ég heyrði því að ég var vakandi. So I heard them talking, the doctors. Þannig ég heyrði þá tala. We need to ask Jörg. His name was Jörg. Og hann heiti Jörg. Og við þurfum að tala við Jörg. We need to ask Jörg. Og við þurfum að tala við Jörg, spurja hann. And then they came back again and then they did something. Og síðan komu þeir aftur og grúskuðu eitthvað. So Jörg was there all the time. Þannig að Jörg, hann var þarna alltaf. But I never met him. En ég hitt hann aldrei. But I'm very thankful for Jörg. En ég mjög þakkláttur fyrir Jörg. Because he really helped me. Þegar hann virkilega hjálpaði. So after 5 hours, Eftir 5 klukkutíma aðgerð. they finally said, Stefan, now we open everything. Og þá sögðu, jæja, nú opnum við allt, Stefán. And when they rolled me into my room, Og síðan var ég færður inn í sjúkrastofuna. I just felt Og þá upplifði ég bara my life just came back again. að líf mitt var endurheimt. And it's an amazing feeling. Og þetta dásamleg tilfinning. You know, I didn't know actually that I was so sick. Ég hafði ekki hugmynd að ég var svona veikur. Until I got well. Because now life came back again. Þegar lífið kom bara tilbaka. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. So from that point on, Frá þessu augnabliki, I've been just, you know, more and more, energized and þá ég bara alltaf að aukast krafturinn. I feel that God has given me 2, major things. Mér finnst að Guð hafi gefið mér svona megin hluti. He spared my life 2 times now. Hann hefur bjargað lífið mér í tvígang núna. And I just wonder why. Og ég undrast af hverju. I have some ideas. Ég með smá svona grunn You see, when God helps you in a major way, En þegar Guð hjálpaður á svona stórkostlegan hátt, it is always a purpose þá behind alltaf it. einhver tilgangur hulinn í því. I thought I was finished, Ég hélt að ég væri bara búinn að vera. but God thought differently. En Guð, hann var annars hugar. This nice-looking Swedish man, Þessi færi sænski karlmaður, beautiful. dásamlegur. At least my wife says that. Allavega segir kona mér She það. said this morning. Hún sagði þetta í morgun. She said, Stefan, you're so beautiful. Hún sagði, Stefán, þú ert svo fallegur. And I said, what do you want? Og ég sagði, hvað vantar þið núna? But now I have a beautiful heart also. En nú ég með fallegt hjarta líka. And the problem with my heart, En vandamálið með hjarta mitt, it is that it easily gets broken.
að það eins og það sé brostið. I have lived all my life Ég hef lifað allt mitt líf with an open heart. með opnu hjarta. I don't know how to protect it. Ég kann ekkert að varðveita hjarta mitt. And actually, many times it's a good thing Og stundum það bara gott because you come close to people. því að þú nálgast fólk, þú kemst nær fólki. Did you bring your dog with you? Komstu með hundin með þér? No, it's allowed. En það má alveg vera með hunda hérna. I like dogs. Ég elska hunda. Hallelujah. Is it a she or he? Is he saved? Þetta sem snati. Is he saved? He can be saved tonight. Hann frelsaður? Hann getur frelsast í kvöld. It's okay. Ja. Þetta barnabadnið mitt, segir hún. Is it your grandson? Oh, mamma mia. So. Þannig að. And I could talk about this, for a long period of time. Ég get talað lengi þessa hluti. But it is so important. The Bible says. En það svo mikilvægt eins og ritningi segir. Guard your heart. Varðveittu hjarta þitt. Guard your heart. Varðveittu hjarta þitt. Because from it. Því að út frá hjartaðinu. Springs the issues of life. Flæðir lífið. Sooner or later we have to learn that. Fyrr eða síðar þá þurfum við að læra þetta. My doctor told me. Læknir minn hann sagði mér. Stefan. Hann sagði Stefan. I can see that you have a good and god hjärtad. Ég veit að þú ert hjartagóður. What is that in English? In English. Kind, yeah. You're a kind-hearted person. Þú sért hjartagóður maður. I can see that. Ég sé það. And that's why you are here. Og þess vegna ertu hér. Because if you give out. Þegar þú ert alltaf að gefa af þér og gefa af þér. And let all kinds of people come in. Og alls konar tegundir af fólki kemur nálægt hjartaðinu. After a while, it will break your heart. Eftir ákveðin tíma, þá brýtur þetta hjartaðið. And that's why your heart is so damaged. Og það ástæðan fyrir að hjartaðið skadað. And we will do the best we can. En við munum gera það besta sem við getum. To restore it. Til þess að lækna það. But you have to change your life, Stefan. En þú þarft að varðveita lífið þitt, Stefan. Otherwise you'll die. Annars deyrðu bara. And you'll die soon. Og deyrð mjög skjótt. You can't live with a half heart. Þú getur ekki lifað á hálfu hjarta. For a long time. Í lengri tíma. But praise the Lord. En lof sé Guði. I'm not dead. Ég ekki dáinn. Not yet. Ekki ennþá. God spared my life. Guð, hann bjargaði lífi mínu. And actually, Í raun og veru, I'm still in that ruse. Ég ennþá í þessu, ég bara svona í svona rússi ennþá. But these don't understand. You have to, in English, ruse. Not rush, but when you are a little bit, you drink too much, you get a little bit. You know that. Hann enn undir áhrifum. I'm still a little bit in the place where I'm, Blindfullur. Skakkur. Yeah. Probably. Á bleiku skýi. In like a dream zone. So you're on a pink cloud. Yes. Not pink. I don't like pink. Okay. No, but I'm still there. En ég ennþá að njóta gæðana. Still very thankful. Mjög þakklátur. And happy. Og hamingjusamur. And praising the Lord and thanking Him. Og lofandi Guði sífellu. For His goodness. Fyrir góðvild hans. When you're being so close to death. Þegar þú hefur nálgast dauðan. And you didn't die. Og þú dóst ekki. Then all of a sudden you wonder. Þá allt í einu þá ferð að velta fyrir þér. What is the road ahead now? Hvað vegurinn framundan? Because af því að if God saves you, ef að Guð bjargar þér, He also changes your life. Þá breytir hann líka lífið. And it changes your path. Og hann breytir veg þínu.
And I want to talk to us tonight. Og ég vil aðeins tala til okkar hér í kvöld. A little bit about these things. Slík atriði. Have you noticed that we are living in times of change? Hafið þið gert ykkur grein fyrir að við lifum á miklum umbreytingartímum? So many things are changing. Það svo margt sem að breytast. It seems like the world is crazy right now. Það eins og heimurinn sé hálf klikkaður núna. And you know, you cannot hardly read the news. Þú lest varla fréttir any longer. Lengur. Because there are all kinds of things. Þegar það bara allt á vonar völ. Happening right now. In this environment. Í slíku andrúmi. When you and I. Þegar ég og þú. Are living in this time. Erum að lifa á slíkum tímum. It is so important. Þá svo mikilvægt. That you and I. Að ég og þú. That we make the right adjustments. Að við stillum okkur rétt af. In times of change. Akkurát á umbreytingatímum. You know, sometimes we think that everything should change. Við höldum stundum að allt eigi að breytast. I don't know, you know, what kind of person you are. Ég veit ekki hvern mann þú berð. Maybe you are this drama queen, you know. Kannski ertu einhver algjör dramadrottning. And you say, Lord, change everything. Og þú segir bara, change my whole life. Og öllu lífi. Everything. Allt saman. Change it, Lord. Breyttu þið drottin. This message is not for you. Þá þetta ekki boðskapur fyrir þig. You know, you're not here tonight to have a total overhaul. Til þess að fá algjöra yfirhalningu. Change the motor, skiptum vél, fenders, og stuðarana, rotors, og vasskassan, inside, og allt innmálsið og utan á. No. Nei. We're going to talk about adjustments. Við ætlum bara að tala svona stillingu. You see, sometimes we prefer these mega changes. Stundum erum við alltaf að svo við séum frekar hlynnt að fá ykkur svona stórbreytingu. We gladly talk about. Og við tölum oft þetta. But the Lord says. En drottinn hann segir. I am more interested. Ég meiri áhuga. In adjustments. Að svona fínstillingu. Að rétta kursin. Rétta kursen. Ja. Hallelujah. We're going to go to some scriptures. Við ætlum að fara aðeins í Biblíuna. In 2 Samuel chapter 5. Í síðari Samúelsbók 5. kapla. And if you Hilmar, you read from verse 17 to 25. Og frá versi 17 til 25, að þar segir: Þegar Fílistar heyrðu að Davíð væri smurður til konungs yfir Ísrael, lögðu þeir af stað að leita Davíðs. Og Davíð frétti það, fór hann ofan í fjallavíð. Og Filistear komu og dreifðu sér Refaim dal. Þá gekk Davíð til frétta við drottinn og sagði: Á ég að fara á móti Filistum? Munt þú gefa mér þá í hendur? Drottinn svaraði: Davíð, farð þú, því að ég mun vissulega gefa Filista í hendur þér. Amen. Þá fór Davíð til Baal Perasim, og Davíð vann þar sigur á þeim og sagði: Drottinn hefur skolað burt óvinum mínum fyrir mér, eins og þegar vatn rýður sér rás. Fyrir því var sá staður nefndur Baal Perasim. En þeir létu þar eftir skurðgóð sín og Davíð og menn hans tóku þau. Fílistar komu aftur og dreifðu sér Refaim dal. Þá gekk Davíð til frétta við drottinn og hann svaraði: Farðu eigi á móti þeim. Far þú í bug og kom að baki þeim og ráð á þá framundan baka trjánum. Og þegar þú heyrir þýtaferð í kórónum baka trjána, þá skaltu hraða þér. Því að þá fer drottinn fyrir þér til þess að ljósta her Filista. Og Davíð gjörði eins og drottinn bauð honum og vann sigur á Filistum frá Geba allar leið til Geser. Amen. Amen. Heavenly Father, himneski faðir, we thank you for this word. Við þökkum fyrir þetta orð. We open our ears. Við opnum eyru okkar
to receive from you að tonight. meðtaka frá þér. Give us exactly what we need. Gefðu okkur akkurat það sem við þurfum. In Jesus' Í name. Jesú nafni. Amen. Amen. Now, we see this story here. Við sjáum þessa sögu hér. We see that David Við sjáum Davíð, was attacked hann varð fyrir árás. 2 times. Í tvígang var ráðist á hann. And he won wonderful victories Og hann vann stórsigra. both times. Í bæði skipti. Now, so the first thing I want to say, Það fyrsta sem ég vil segja ykkur it is to listen to the Lord að hlusta á drottin and doing what he says og gera nákvæmlega það sem hann segir. is the key to success. Það lykill velgengni. I will say that again. Ég ætla að segja þetta einu sinni enn. To listen to the Lord Hlusta á drottin and doing what he says og gera það sem hann is segir the key to success. lykill velgengninnar. David inquired of the Lord. Davíð, hann leitaði drottins. You know, you imagine the pressure that he was under. Getið ímyndað eitthvað pressuna sem var undir. But he still took time to ask the Lord, En samt tók að sér tíma what shall I do? spyrja drottin, hvað á ég að gera? Shall I draw out against them? Á ég að fara bara beint á eftir þeim? But he waited En hann beið, until the Lord answered. þangað til drottin And then the svaraði. Lord said, Og þegar drottin yes, svaraði, David, já Davíð, go, farðu and I will help you. og ég mun vera með þér. And he did. Og hann gerði svo. So he won a victory there. Og hann var stórsigur. But then, as usual, En eins og venja the enemy comes back þá kemur óvinnurinn aftur. one more time. Einu sinni enn. And you see how easy it is Þið sjáu hversu auðvelt það to use yesterday's victory að nota sigur gærdagsins today. inn í dag. You see, God will never change, Guð breytist aldrei, but the strategy may change. heldur plönin og strategian, hún getur What do we breyst. see here? Hvað sjáum við í þessum texta? We see that we have the same David, Við erum með sama Davíð, we have the same enemy, það sami we óvinnurinn, have the same God, sami Guð, we have the same area, sama landsvæðið, but not the same instruction. en ekki sömu leiðbeiningarnar. You see, when God spoke Þegar Guð first time, talaði í fyrra skiptið, yes, go. já, farðu. It would have been easy for David to think that is the thing we do here. Það hefur verið svo auðveltir Davíð að halda að þetta væri bara alltaf lausnin. He could have jumped up his saddle and started again. Hann hefði bara getað hoppað á bak og byrjað aftur. Well, God was with me last time. Já, Guð var með mig síðast. It worked last time. Það virkaði síðast. So we sure it will work this time also. Vissulega virkar þetta aftur núna. But David was wise. En Davíð hafði visku. So he asked the Lord again. Þannig hann bað drottin í annað sinn. And the Lord answered him, Og drottin svaraði honum, this time í þetta skipti, you shall do it differently. þá skaltu gera þetta öðruvísi. You shall not do what you did first time. Þú átt ekki að fara eins að og í fyrra skiptið. Now you should do, I have a different strategy for you. Ég með öðruvísi áætlun fyrir því núna. Now, and David, it says here, Og hann segir hér, did exactly as the Lord commanded him. það segir að Davíð gerði nákvæmlega eins og Guð hafði gefið honum fyrirmælum. Say after me, exactly. Segir nákvæmlega, Not see and so. ekki sirkabát, Exactly. nákvæmlega. You know, you and I, Þið veist að ég og we þú, have to be careful. við þurfum að vara Because okkur. when God instructs, Því að þegar Guð gefur we must fyrirskipun, apply obedience þá þurfum við að vera hlýðin to what he says. í því sem hann segir. Because if you don't do what he says, Því að þú gerir ekki það sem hann segir, in other words, we tell God, með öðrum orðum, þá erum við að segja I know Guði, better. ég veit betur, And God doesn't like that. og Guði líkar ekki Now, þannig his störf. instructions Því að fyrirmæli hans are not difficult, eru ekki erfið. but they can be different. Þau geta verið mismunandi. I mean, you can use his instruction for last time, Þú getur reynt að nota sömu áætlun hann hafði síðast and it worked for you. og það kannski virkar, But this time, en í þetta you see, skipti God knows more að þá veit Guð betur than you do. heldur en þú. He knows Hann veit the nákvæmlega. enemy. Hann þekkir He óvinni. knows the area. Hann þekkir svæði. He knows everything. Hann þekkir allt. You know, to walk with God Að ganga með Guði is like navigating in the archipelago. in the Skärgård.
No. Að ganga með Guði eins og að ganga með... Archipelago. You know, outside. Já, svona upp Skerjagarð. Skärgård. Já, Skärgård. Ja, Skerjager. In Skerjager. Skerjagarður. You know, in Sweden we have a lot of that. Já, í Svíþjóð eru með marga svona And the Skärgård. big, you know, ships, Og það eru skip og they can bátar. navigate all the way into Stockholm. Og þau geta lóðsa sig alveg inn til Stockholm. But when you look at them, En þú horfir á þau. they turn and twist and they go like this, you Og know, þá beygja þau og sveigja þau. because there are things under the surface. Af því að það eru sker eða rif undir sjónum sem That sjást can ekki. easily sink a big ship. Sem getur auðveldlega sögt stóru skipi. And life is like that. Og lífið There are a svolítið lot of svona. things that you don't see, Það fullt af hluti sem þú sérð that ekki. God knows. En Guð þekkir. He knows everything. Hann veit alla hluti. He knows that if you go just like this, Hann veit að ef þú fer beint af augum, you will go How? under. þá muntu rekast á So þau. that's why when he leads you, Þannig að þegar hann leiðir þig, you have to be dependent on him þá þarf það að reiða þig á hann and listen to him. og hlusta á hann. Because some people, Því að margir they always use the same thing over and over again. nota alltaf sömu aðferðin aftur og aftur. They are not adjusting Þau ekki að aðlaga sig to the season að that they are living tíðinni in. sem að þau að lífa í. Now we are living in a season of change. Nú við að lifa á tíma mikilla How can umbreytinga. you and I Hvernig get ég og þú, maneuver hvernig getum við lóðsa okkur í gegnum in this intricate season? á þessum umbreytinga tímum? Well, Jæja, by being very careful við að fara mjög varlega to listen to the Lord's og voice. hlusta á rödd Drottins. Can you say amen? Og heyri amen. We have one more example here. Við erum með eitt annað dæmi It is Moses. og það Móses. And in Exodus chapter 17, Í síðari Mósebók, kapla 17, já, önnur Mósebók, there was a shortage of water. og þar var vatnsskortur People were thirsty. og fólk var þyrst. There was a pressure on the leadership. Og það var álaga á leiðtogana And they came at Moses. og þau sóttust að Móse. And Moses cried out to the Lord. Og Móse hann hrópaði What til shall I Drottins. do? Hvað á ég að gera? And the Lord answered and said, Og Drottin hann svaraði og sagði. and in verse 5, Já, það í versi 5. take with you some of the elders of Israel Gakk þú fram fyrir and fólkið go on ahead of the people. og takk með þér nokkra Take öldungum in your Ísrael. hand the staff or the rod Og takk í hönd þér staf þinn with which you struck the Nile, þú laust með ána og gakk and svo go. stað. I will stand there before you by the rock at Horeb. Ég mun standa frammi fyrir þér hjá klettunum í Hóreb. Strike the rock, En þú skalt ljósta á klettin and water will come out. og þá mun vatn spretta af honum. Now, Moses did that, Og Móse gerði and there það. was a plenty of water. Og það var nægt af vatni. He hit the rock. Hann sló klettin. Now, in Numbers, in the book of Numbers, En í 3. Mósebók, chapter 20, 4. Mósebók, we have a similar situation. í 20. kapla, 8. No water. vers, ekkert vatn Pressure, og mikil pressa. and then the Lord spoke again. Og þá talaði Drottin And he aftur. said, now you do like this. Og nú gerur svona. Take your staff. Taktu stafinn, This is in chapter 20, verse 8. þetta í 8. Take your versi. staff, and you and your brother Aaron gather assembly together. Takk stafinn og safna saman líðnum, þú Aron bróður þinn. Speak Mælið to the rock. við klettin. What did Moses do? Hvað gerði Móse? He struck it. Hann sló klettin. And the interesting thing here Og það athyglisverða hér is that water came out. að vatnið kom fram. So he had result, Þannig að hann hafði niðurstöðu but he had a very bad fruit. en hann fekk slæman áður. Because of his disobedience, Vegna óhlýðni sinnar he was not allowed to come into the promised land. þá fekk hann ekki að fara inn í fyrirheitnalandi.
we can think that God is harsh or is demanding. Og við getum haldið að Guð hafi verið mjög svona refsaðanum of harkalega. And the answer is yes. Og við, já. He's not harsh. Hann ekki harður þannig. But he demands things. En hann fer fram á ákveðna hluti. And what does God demand? Og hvað það sem Guð fer fram á? Obedience. Hlýðni. Now again, we have the same Moses. Sami Móse. We have the same need. Sama þörfin. We have the same rod. Sami kletturinn. We have the same people. Sama fólkið. We have the same God. Sami Guð. But not the same instructions. En ekki sömu leiðbeiningar. Wow. So God Þannig að Guð can tell you hann getur sagt við to þig do the same thing að gera sama hluti in a different way. Á ólíkan hátt. There are many things that you know how to do. Það margt það sem þú kannt að gera. And that is one of your problems. Og það kannski eitt af vandamálum okkar. You know what to do. Við vitum hvað að gera. But you see, when you invite God, en þegar þú býður Guði, he may ask you, þá býður hann þig kannski. Moses knew how to get water out of a rock. Móse kunni hann að fá vatn úr klettunum. He knew that, just use my rod, you know. Ég nota bara stafinn. I have a super duper rod. Ég með alveg galdra staf. I can divide waters with it. Ég get bara aðskilið heilu I can struck on the rock. Og ég get slegið and water will come out. Og vatnið bara streymir. Oh, me and my rod. Ég og stafurinn minn. We are unbeatable. Við erum ósigrandi. And maybe this is a night og kannski í kvöld where God asks you, ef að Guð myndi can you hand over your rod to me? Geturðu rétt mér stafinn þinn? And start believing in me instead of your rod. Geturðu byrjað að trúa á mig í staðinn fyrir stafinn þinn? We all have skills, you know. Við höfum öll hæfileika. I remember, ég man eftir, I'm very good at cars, you know. Ég mjög góður með bíla. You know, I can fix any car. Ég get gert hvaða bíl sem You know, in the Corona time, þegar Corolla, I had no invitations. COVID. In the COVID time. Já, COVID-tímanum. You know, there were no church that were inviting me. Og þá var enginn að bjóða. So I said, Lord, what shall I do? Ég sagði, Drottinn, hvað á ég að gera? Yeah. So, and then I got an idea. Og síðan fekk ég hugmynd. I'm fixing cars for everyone, you know. Ég byrjaði bara að gera við bíla hjá öllum. My family, fjölskylda mín, you know, they don't know anything about cars. Þau veit ekkert bíla. Because they don't need to. Vegna þess að þau hafa ekki þörf á því. They call me. Þau ringja bara í mig. Daddy, can you fix my car? Pappi, getur þú laga bílinn? And now we have grandkids, you know. Og nú hefur við barnabörn. Grandfather, can you fix my car? Afi, getur þú laga bílinn minn? And they, you know, marry, you know, somebody. Og síðan eru ættingjarnir. And I always look at the cars, you know. Og ég alltaf að horfa á bílana. When they started to date somebody. Þegar byrja what kind of a person is it, you know? Hvers konar manneskja þetta? You know, if it's a lousy car, ef þetta ömurlegur bíll, it's a lousy person. Þá þetta bara ömurleg manneskja. Get rid of him. Bara burt með hann. With that kind of a car, ef hann á svona bíl, my God, Guð minn góður. He will ruin your life. Hann mun eyðileggja líf þitt. Now, so I can fix cars. En ég get laga bíla. So I started to help people with the cars. Þannig að ég byrjaði að hjálpa fólki með að gera við bílana. And I expanded it a little bit. Og síðan víkkaði þetta eins út. And I you know, rented a garage, big garage. Ég leigði sem sagt bílskúr. But where I also could paint the cars. Og ég byrjaði að sem sagt sprauta bíla. So I fixed so many cars, you know. Og ég laga svo marga bíla. And you know, and I survived. Og ég lifði þetta af. Actually, I earned a lot of money, you know. Ég bara hagnaðist ágætlega. Much more than in this business, you know. Miklu meira heldur en í þessum bransa hérna. People are so poor in the church, you know, they don't have anything. Fólk svo fátækt í kirkjunni, maður. You'll be happy if you come home, you know. Og bara hamingjusagt að það kemst heim. But if you fix their cars, you know. En ef þú lagar bílinn þeirra.
And especially when they don't know what you fixed. Og sérstaklega veit ekki hvað þú gerði við. Oh, this was a very serious problem we had with this car. Mjög alvarlegt It cost a lot of money. Og kostar alveg stórfé. But I will give you a fair price. En ég skal gefa þér sanngjarnt verð. So I survived. Þannig að ég lifi af. Why do I say these things? Af hverju erum við að tala þetta? Where did I take off? Hvar fór ég út af? Please help me. I'm getting old, Ég er að vera The gaman. dementia is hitting me. Okay. No. Moses. The rod. The rod? Yeah, I'm very good at cars. Ég er mjög góður með bílana. I've been working with Ulf Ekman in Sweden for many, many years. Ég vann lengi með Ulf Ekman í Svíþjóð. Over 30 years. I work with him. Sem ég starfaði með honum. And he is not good with the cars. Og hann kann ekkert að gera við bíla. He don't know anything about cars. Hann hefur ekki hundsvit á bílum. He's good with books. Hann góður með bækur. He reads books. Hann les bækur. But I am good with cars. En ég góður að gera við bíla. And one time I bought a car from him. Einu sinni þá from him or Yeah, from him. Og einu sinni keypti ég bíl af honum. It was a catastrophe. Og það var hryllingur. So I bought the car. En ég keypti bílinn. 2 weeks after. 2 vikur seinna. The engine broke down. Þá bræddi bílinn úr sér. And when I took the oil stick up. Og þegar ég tók olíu kvarðan úr. There haven't been any oil there since 1955. Og þá hafði ekki verið olíu á bílnum síðan 1955. So I went back to him. Ulf, did you ever change any oil in this car? Þannig að ég fór til Ulf og sagði, skiptir And hann olíu á bílnum? forget what he said. Og ég gleymi aldrei hvað hann sagði. He said, og hann sagði, oil? Olía? What is that? Hvað það? But you have to have oil in your car. Þú voru að hafa olíu á bílnum. And then he said, but this car was wonderful when I had it. Þetta var frábær bíll. I went to Spain with it. It worked perfectly. Ég keyrði alla leið niður til Spánar og það virkaði fínt. Did you ever change any oil in it? En skiptur aldrei olíu? No. Nei. No, it was a wonderful car, Þetta var frábær bíll. Yeah. And then I understand that my strength Þið skilja að minn styrkur or my skills eða hæfni mín liggur could be a problem for me. Getur verið mitt vandamál líka. I was a Bible school teacher. Ég var kennari í for biblíuskóla many years. Í mörg ár. And sometimes we have these prayer meetings in the beginning. Og stundum var svona bænastund. And then we have this, tax when they thank for the prayer answering. Og það svona þakkar gjörða bæn. And then one young lady, Og það var she came. She was so happy. Og hún var svo ánægð. Today the Lord did a miracle. Í dag gerði Because Guð kraftaverk. they never had any money, Og þau voru alltaf skítblöð. They were so poor, these students. Þetta var alltaf bara fátæki námsmenn. And we didn't have any money. Við áttum engan pening. To buy any petrol. Að kaupa bensín. So we just poured in water instead. Þannig að við heldum bara vatni á tankinn. And we prayed over it. Og við báðum yfir því. Lord, Drottinn, make a miracle. Gerðu kraftaverk. Not wine, but petrol. Ekki breyta í vín, heldur í bensín. And guess what? Og getið þið hvað? We've been driving this car now. Og við erum búin að vera að keyra hana The bíl. whole way to Bible school. Og við fórum öll í biblíuskóla. And my whole system started to... Allt inni í mér byrjaði bara að umsnúast. What did you do? Gerðurðu hvað? You don't do this. Þú gerir ekki svona. Because my skills Því að hæfileika mínir, stop me þær hindra mig from believing God in that area. að trúa að Guð You geti see, gert your þetta. strength Þið stundum með can be styrkleiki your þinn. biggest weakness. Getur verið þinn mesti veikleiki. But if you take your strength and En your þú skills, tekur styrkleika þinn your og rod, hæfni og þinn staf hand it over to God og afhendir Guði. and let God mark your rod Og þá það Guð sem merkir or stafinn. circumcise your rod. Eða hann umsker stafinn.
and give it back to you. Og hann gefur þann So tilbaka. that you never forget Þannig að þú gleymir því that aldrei my strength að mín comes from the styrkur Lord. kemur frá drottni. My ability Mín comes hæfni from the Lord. kemur frá drottni. Without Him, Án hans I can do nothing. ég But einskismenn. with Him, Með I can honum do everything. get ég gert alla You see, hluti. sometimes Því að we stundum come with our lousiness. þá kemur við með okkar We ömurleika come with our weaknesses. og með okkar veikleika And we keep our strength. og við höldum í We styrkleika keep okkar. our skills. En við höldum í hæfnin okkar. Because these things Því að þessi we hluti, know how to do. við kunnum But þetta Lord, allt saman. help us please En drottni hjálpaði with the mér things that we are weak in. í því sem ég er lélegur og veikur. You see, but God wants to En help you Guð, hann with hjálpaði the þér. things that you are strong Með in. hjálpaðir með hlutir sem þú Can you say amen styrkur to þig. that? Segið amen við því. And that is pretty difficult Og það mjög erfitt. because Af því að I know how to do því að this. ég kann þetta. And this is exactly what happened with Og Moses. þetta nákvæmlega sem gerist fyrir Móse. He knew how to do these Hann things. vissi alveg hvernig átt að gera. I've been struck in this thing before. Ég hef búin að slá hennan klett So I áður. just do it again. Ég ger þetta bara aftur. He forgot En hann glemdi that there is a Lord að það er drottin that can give you different strategy. sem getur gefið þér önnur fyrirmæli. God will never allow En Guð myndi aldrei leyfa a relationship with you að samskiptið where þín you við are þig not depending upon Him. eða þú sért ekki að reiða þig á hann. You have to be depending upon Þú Him. verður að reiða þig á hann. That's why Þess vegna He changes instructions. þá breytir hann fyrirmælunum. He's still same God, Hann er sami Guð but He changes instructions. en hann breytir fyrirmælunum. Can you say amen? Getið þið sagt amen við því? Now, in order for us Til þess að við getum to understand and discern til þess að skilja og greina God's voice, rödd Guðs, because it starts with hearing Him, þegar það byrjar á því að við heyrum but it continues en það heldur áfram with understanding Him. að skilja hann. It's easy to hear from God, Það er auðvelt að heyra frá Guði but it's a whole different thing en það er allt annar hlutur to understand what He means. að skilja hvað hann meinar. You can say, I heard from God, Þú getur sagt ég heyrði frá but Guði this still happened. og það gerist enn. Oh. Ó, So in order for us to discern, til þess að við getum greint what do you mean, God? hvað meinaru, I have to have a renewed mind. þá þarf ég að endurnýja hugarfarið. You know about that in Romans chapter 12, Í Rómarabréfinu 12. kafla, verse 2 and 3. vers 2 og 3, Be not conformed to this world, látið ekki ummyndast eftir but be þessum heimi, transformed heldur látið umbreytast by the renewing of your með mind. endurnýjun hugarfarsins. Because then Því að þá you will be able er þér kleift to test and approve what God will, Að what reyna- God's will is. allan vilja Guð, His good and pleasing and perfect í will. góða, fagra og fullkomna. Now, I'm almost halfway. Ég næstu í hálnaði núna. Can you endure with me? Getið þið haldið þetta út? Or shall we just say hallelujah, amen? Ef við bara segja halleluja, amen. Can I continue? Má ég halda áfram? It's because of Hilmar. Þetta er allt út af Hilmari. It takes twice as long. Það er alltaf heilmikið lengra með hann í eftirdragi. Now, I told you about my heart problems. Oh, Ég hef búin að segja ykkur frá beautiful, Lord. hjarta vandamálum mínum. And last year, Í fyrra, actually exactly this time, sama leiti og nú, the Lord spoke to me. þá talaði drottin til mig And He said to me, og hann sagði við mig, Stefan, Stefán, it's enough now. nú er komið nóg. And I got so happy, you know. Og ég var svo ánæður. So, and I thought, hallelujah. Halleluja! Because I thought, Ég hélt, it's enough with sicknesses now. og það er komið nóg að þessum veikindum. I mean, you've gone through the test now. Þú er búin að fara í gegnum It's enough. raunirnar. Þetta er You nóg. don't have to have these, sicknesses any longer. Og
bara ánægður með að So I veikindin was so happy in the whole of January. Og ég var svo ánægður allan janúar. And I jumped up my saddle Og ég hoppaði á and bak off I went. og fór bara á stað. I even preached about it. Og ég predikaði þetta. It's enough. I had a very strong message. Og mjög God is saying kröftugur it's boðskapur. enough. Og Guð sagði það nóg And I komið. expanded on it, you know. Og ég alveg And útvíkkaði people were boðskap. happy, you know. Og fólk var ánægð. Hallelujah. Halleluja. It's enough with sickness. Nú nóg It's komið enough af with veikindum. poverty. Og nóg af It's þessum enough with fátækt. this and that. Og nóg af It's svona enough lífi. with your wife. No. Það komið nóg af konunni. It's enough. Enough is enough. Nóg nóg. Well, I really preached my heart out. Og ég að predika alveg. And then in May, En síðan í mæ. I felt sick again. Og þá verið ég veikur aftur. And my heart was started to, you know, Og hjarta mitt fór eitthvað að klikka. break again. Og brotna. And then I complained to the Lord. Og ég byrjaði að kvarta fram I fyrir said, Guð. God, Ég sagði, Guð, you said it was enough. þú sagðir að nú væri nóg And here komið. it comes again. Og hér byrjar vesinnið aftur. And I complained. Og ég kvartaði. And the Lord spoke to me. Og drottinn talaði til. Yes, Stefan, Já, I Stefán. told you Ég sagði it's þér það. enough. Það nóg komið. But you never took your En time þú eittir aldrei to þessu listen tíma að hlusta. what I meant by that. Hvað það þýddi. You just took that Þú tókst þetta bara. into your own narrative. Og fluttir þetta í And you þína just eina ran off. frásögu. Og þú bara þaust You af didn't stað. pray about it. Þú baðst You ekki fyrir didn't þessu. meditate. Þú You íhugaðir just ekki. took it Þú tókst þetta. on into your journey. Og tókst þetta bara með í And you ferðalag. know, I repented before the Lord. Og ég yðraðist fram fyrir Because it drottni. was exactly what I did. Og það var akkurat það sem ég gerði. I didn't pray about it. Ég bað ekki. I just took it Ég tók þetta. into my thinking. Og tók þetta bara inn í mitt And off hugafar. I went. Og af stað fór ég. And then I got sick again. Og varð fársjúkur And then aftur. I repented before the Lord. Og svo yðraðist ég fram með fyrir drottni. Lord, I repent. Drottni, ég yðrast. And not this religious repentance. Ekki svona eitthvað trúarslipi. Oh, Lord, Drottni. I'm worthless. Ískulega I'm just like a worm. Ég bara svona. I'm nothing. Ég ekkert. Because repentance, you know what that is? Því að yðrun ætti að gera worm. You know what repentance is? Vitið þið hvað yðrun Changing of mind. Það að breyta hugafariðinu. You know, there are many kidnapped words. Það búið að hertaka One mörg of orð. them is repentance. Eitt af þeim yðrun. And we have turned the repentance into an action. Og það búið að breyta yðrun í einhverja Something gjörð. that you do. Eitthvað sem þú gerir. It's like a payment. En sem sagt, þetta orðið You pay sagnorð to God. og þú ert að borga tilbaka til That Guðs. is not what repentance is. En yðrun þýðir það ekki. Repentance is, Yðrun þýðir, this was my mindset, þetta var hugafarið mitt and it led me astray. og það fór mig afvega. So I changed my mind, Þannig að ég breytti huga mínu and I changed my path. og ég breytti farvegi mínum. Or in other words, Með öðrum orðum, I make adjustments. ég geri smá stillingu. Everything in your life Allt í lífiðinu is not wrong. ekki rangt. Most of it is pretty good, Megnið af því bara nokkuð gott. except your hair. Nema hárið á no. Most of it is good. Megnið af þessu nokkuð gott. But the adjustments, En það þessar fínstillingar. so I repented. Þannig að ég yðraðist. And I said, Lord, Ég sagði, drottinn, what do you mean? hvað meinar? I heard what you said, Ég heyrði hvað þú sagðir, but I didn't get what you meant. en ég greip ekki hvað þú meinti. Now I am in a place En nú ég á þeim stað where I, as a human being, are willing sem viljug manneskja to listen. að heyra og hlusta. You know, many times we want God to listen. Stundu þá viljum við bara Guð hlusta á okkur. God, Guð, please listen to me now. hlustaðu nú á vel. I have so much problems. Ég með svo mikið af vandamálu. Can you please listen to me? Getur þú hlusta á mig? And then sometimes God says,
Og stundum segir Guð þá, can you please shut up getur þagað eina stund and be quiet for a while? og vertur hljóður stund. Because I want to talk to you Því now. ég vil tala til þín. No, I'm not only interested to say something to you, Ég ekki endilega að fara að tala eitthvað til þín, I want to bring something to you. heldur ætla ég að færa eitthvað til þín. Something that you can use Eitthvað sem hún getur nota to make adjustments. til þess að gera þessa stillingu. So what do you mean, Lord? Hvað meinar þú, Drottinn? I meant that it's enough now, Stefan. Ég sagði, nú nóg komið. The way you do things, Hvernig þú gerir hlutina. the place that you are right now, Staðurinn þar sem þú hefur sett þér people núna. that you give your heart out to, Fólkið sem þú opnar hjartaðið they til don't want any help. og það vill hvað sem er enga hjálp. People that you invest so much in, Fólk sem þú gefur sáir miklum tíma í but they don't want to listen. og þau vil ekki eins og hlusta. It's enough, Stefan. Það nóg komið að þessu. Because if you stay in that, Því að þú heldur þessu áfram, it will tear your heart out totally þá ofgirur þú bara hjartaðinu and you will die. og þú mun deyja. You know, I almost died. Ég dónastu So it was serious, you know. og þetta var alvarlegt. So then I understood what he meant. Og þá skildi ég loksins hvað hann meinti. And I made adjustments. Og ég gerði ákveðnar stillingar. That's one of the reasons I live today. Og þess vegna ég eina ástæðan sem ég lifi í dag. And you see, when the Lord speaks to you, Þegar Drottinn tala til þín, he wants you to understand þá vill hann að þú skiljir what he means also. hvað hann meinar með því sem hann segir. In order for you to understand that, Fyrir þig að skilja það, is for you to seek the Lord, þá þarftu að leita Drottins, stay with the Lord, dvelja með Drottni, embrace what he says, umvefja það sem hann segir, meditate hugleiða hvað hann segir over that. og segir ekki? Meditera. Já, og hugleiða það. Yeah. And raise up obedience Og hækka í hlýðninni to what he says. við það sem Guð segir. You see, because of our skills, Vegna hæfileika okkar, experiences, reynslu okkar, past victories, fyrri sigrar, sometimes stundum, it creates þá skapar þetta a hindrance hindrun for God fyrir Guð to lead you að leiða þig the way he wants to lead you. þangað sem hann vill að leiða þig. Can I talk to you just a few minutes Má ég tala til ykkar í nokkra mínútur about Peter, Pétur, the Apostle Peter? postulinn Na- Pétur. Peter, he was born again. Hann var endurfæddur, He was baptized in the Holy Spirit. hann var skýrður í heilugum anda, Yet he almost missed samt mista næstu því God's way að aðferð Guðs because his mind was not renewed. vegna þess að hugur hans var ekki endurnýjað. He was living in a new covenant Hann var að lifa í nýja sáttmálanum, in an old covenant way. á gamla sáttmálans vegu. He was born again. Hann var He endurfæddur, was filled with the Spirit. hann var fyllt He was anda mightily Guðs used by God. og hann var notaður af Guði. But when God wanted to use him En þegar Guð vildi nota to hann bring the gospel til þess að færa to the fagnaðarerindið Gentiles, til heiðingjana, his old life, þá var gamli his old farvegurinn, behaviors, gömlu his gamla old way hugurinn, of doing things, gömlu hættirnir, almost næstu því made him miss að hann misti af því God's plans for his life. áætlun Guðs fyrir líf hans. We have this situation in Acts chapter 10 Og þetta saga sem kemur fram í Postulasögunni 10. kapla, and in verse 11. í versi 11. Peter saw heaven opened Hann sér himinin opinn and something like a large sheet og eitthvað hlut kemur niður being líka let down stórum to the dúr earth by its fourth og corner. var látið síga til jarðar með 4 It skautum. contained all kinds of four-footed animals, reptiles and birds. Og þar voru á allskins ferfætt dýr, skriðdýr Then a jarðar. voice told him, Og síðan segir rödd, "Get up, Peter, kill and eat."
Hann segir, slátra nú Pétur og et. And Peter replied, Og Pétur sagði, surely not, Lord. nei, drottin. I have never eaten anything impure or unclean. Engan veginn, aldrei hef ég etið neitt vanheilagt né óhreint. For you and I, Gentiles, Fyrir okkur heiðingjana, you are eating shrimps and lobsters and fyrir að eta humar og rækjur og allt. and all these crazy fish that you can never Allar imagine. fisktegundir sem þið látið ykkur. Surströmming, rotten fish. Alls konar síin fisk og You know, rótin fiskur. the Swedes love that. Og þetta alls konar svona íslenskar hefðir. It's terrible, you know. Þetta ræðilegt. Are you living with the dog? Oh, you are leaving also. Did I upset you in any way? Have you asked the dog if he wants to leave? Viltu ekki spyrja hundi hvort hann vilji fara? But I want to pray for him in the end. Ég ætla að biðja fyrir hundunum. Praise you. Bless you. ykkur. You know, we don't have any problems with this. Við eigum ekki við neinum vanda með But þetta. Peter, En Pétur, he was brought up as a Jew. hann var alinn upp sem gyðingur. That was his background. Þetta var hans fortíð. And he took pride in that. Og hann var stoltur af þessu. Yeah, because he said, I never eating anything like that. Ég borða aldrei neitt vanheilagt. Never eating impure things, nothing of that sort. Ekkert svoleiðis. So he was proud, you know. Þannig að hann var bara And he stoltur was af þessu. using that Og hann notaði þetta against the Lord. gegn drottni. 3 times that thing came down. Í þrígang þá kemur þetta niður frá himnum. And the Lord spoke to him and Og said, drottin talaði til hans. you know, Hann sagði, eat. slátraðu og ettu. Now, this happened 3 times, and immediately the sheet was taken back again to heaven. Og þessi sín, hún var aftur tekin upp til himna. It's interesting, it came down from heaven. Og athyglisvert að þetta kemur niður frá himnum. While verse 17, while Peter was wondering about the meaning of the vision, Í versi 17, meðan Pétur var að reyna að ráða í hvað þessi sín ætti the að men merkja, sent by Cornelius found out where Peter's house was hafðu sendimenn Kornelíus að spurt upp hús and Símonar stopped at the gate. og nú stóðu þeir fyrir dyrum úti. Now, to make a long story shorter, Langastuðu stutta, Peter Pétur were able var þess megn to make adjustments. til þess að skera þessa stillingu. If he would have been stiff Ef hann hefði þrjóskast við and stuck og fastur in his old behavior, í gömlu he hegðunarmynstri, would have been useless for the Lord. þá var ekki hægt að nota, drottin ekki nota. The journey had stopped there. Og þá hefði bara vegferðin stoppað But þar. because the Peter En af því að Pétur, had the courage hann hafði hugrekki to make adjustments, til þess að gera breytingu. even though he didn't understand it, Jafnvel þótt hann skildi ekkert í þessu. it was tough for him. Þetta var erfitt And fyrir there hann. are things in your life Það eru erfiðir hlutir í þínu that when lífi. the Lord comes Að þegar drottin kemur and he wants you to make adjustments, og hann vill að þú breytir til, you know, it can be really tough það getur verið mjög erfitt. to do the same thing in a different way. Að gera sama hlutin á öðruvísi hátt. Now, the people came from Cornelius' house, En fólki kom And kom Peter frá followed them. Kornelíus og Pétur hann fylgdi þeim eftir and then when he came there, og þegar hann kom þangað he understood að þá skildi hann that God is going to use him að Guð ætlaði að nota hann to bring the gospel to the til Gentiles, þess að færa fagnarði til heiðingjana, and so that they can be filled with the Holy til þess að Spirit. þeir mættu fyllast heilugum anda. And then he said in the end, Og síðan segir hann í lokin, God have showed me Guð hefur sýnt mér that I should not count anyone unclean. að ég ætti ekki að snerta neitt óhreint. You see, sometimes Stundum, God can show you a shrimp, Guð getur sýnt þér rækju, but he actually talks about human beings. en hann að tala manneskjur. He can show you something, Hann getur sýnt þér eitthvað, but the message en skilabóðin is something different. eru þjóna öðrum tilgangi. When you are open Þegar þú ert opinn and willing
og vilju to renew your mind, að endurnýja hugarfarið to make adjustments. til þess að gera þessa stillingu. Hallelujah. Halleluja. God doesn't need people Guð þarf ekki fólk, that makes desperate changes, en hann gerir örþrifa breytingar. but he needs people En hann þarf fólk that make adjustments til þess að gera fínstillingar on his command. á sem sagt, boð hans. And I believe Og ég trúi því that we are entering into a season að við erum að fara inn í þá tíð where God becomes more picky að það sem Guð verður svona vandlátari in the way we do things. hvernig við gerum hlutina. Not so that you should be afraid of him, Ekki til þess að þú hræðist hann, but the times that we are living in heldur vegna tíðarinnar sem við lifum á. can break us. Hún getur orðið okkur að ofurliði. We better listen to the Lord. Við þurfum að hlusta á Drottin. If you want to come to the place where God wants you to come, Ef þú vilt vera á þeim stað sem Drottin vill að þú sért, you must know how to make adjustments. þá þarftu að kunna að gera þessar breytingar. I have a friend. Hjá vin, He was private. He had a private airplane. hann átti einkaflugvél, Just a small one. bara svona litla And reglu. he was flying from Stavanger in Norway Hann var að fljúga frá Stavanger í Noregi to Stockholm. til Stockholm. And he called the tower. Og hann kallar í You flugturnin have to do that. And he called the tower, and the towers asked him, og flugturnin spyr, what is your course, or what is your... hvað eru hnitin, hvað er þetta statur? And he gave him the figures. Og hann gefur hann hnitin And then the tower came back to him. og síðan kallar flugturnin aftur. I don't know actually how to say this in English, but you understand. Ég kann ekki alveg að segja þetta allt á He ensku said, en þið skiljið. you are 1 degree wrong. Þið skeikar 1 gráðu. And then my friend said, Og vinur minn sagði, because he's more like an evangelist type. þegar hann svona trúboðstýpa, And he said to the tower, og hann segir við turnin, 1 degree. 1 gráða? That was not much. Það nú ekki mikið. I think I'll go for that. Ég bara held áfram Because he máli. had an old machine, you know. Því að hann var með þetta So you have to do it mechanically. Hann vildi gera þetta á It gamla took so máta. much time, to change it. Því að það var svo mikið vesen Now að you breyta. have digital stuff, so it's easy. Þannig að þetta So he ekki... said, I just go for that. Ég held bara áfram á þeirri braut. And then the tower came back Og þá kom flugturnin aftur. and said, okay, you can do that. Já, allt í lagi, þú getur But gert then you það. will not come to Stockholm. En þá myndi ekki lendi í Stokkólmi. You will come to and he said, there's a Swedish town up north in Sweden. Og það er þorp í nisti í It's called Svíþjóð Haparanda. sem heitir Haparanda. The Kiruna and those, Haparanda. So way up, Og það er lengst upp í norðri. So you will not come to Stockholm. Þannig að þú myndi ekki You will lendi í come to Stokkólmi. that place. Og þú myndi lenda þarna. So then he repented Og þá eyðraðist hann. and changed and adjusted Og breytti his course. sem sagt stöðinni. You see, 1 degree is not much Þið segja 1 gráð er ekki neitt. in the beginning. Í upphafi. But after a while, En eftir smá stund, you'll notice the difference. þá ferða áttaði á breytingunum. All of a sudden, you see reindeers. Allt í einu þá fer að sjá reyndir. Do they have reindeers in Stockholm? Eru reyndir í Stokkólmi? I've never seen that. Ég hef Wow. aldrei séð það áður. Strange times we are living in. Þetta eru skrítni tíma sem við lifum á. No, it's not nothing wrong with the reindeers. Það er ekkert að reyndirum. It's the fault is your course. Vandamálið er þín stefna. You know, the train always go where the track leads. Þetta lestin hún fer alltaf eftir And it brautarteinunum. doesn't help Og það hjálpar ekki that you run in the train. að þú hleypur inn í lestinni. Oh, I don't want to go there. It doesn't help. Það hjálpar ekkert. You have to make adjustments. Þú þarft að breyta stefnu.
This is a year of adjustments. Þetta ár þar sem þarf fínstillingar og breyta stefnu. Don't fall in the temptation Ekki falla fyrir því that you'll have to make so big changes og ekki freistast fyrir því að þú þarft að breyta svo miklu that neither God can do, you know. og það valla Guð geti gert þetta. No. Nei. It's a small adjustment. Þetta smá fínstilling. And when you do that, Og þegar þú gerir það, you show God þá sýnir þú Guði that you are obedient að þú ert hlýðinn in things í hlutum that you may avoid if you want to, sem þú gætir komist hjá ef þú vildir, because you know yourself how to do this. Að því að þú þekkir alveg sjálfur hvernig þú gerir þetta. Or Eða, you say, God, ef þú segir Guð, I'll do it because you say it. ég gerir þetta því að þú segir þetta. And if you say it, Og ef að þú segir þetta, I obey it. þá hlýði ég. Say after me, if you say it, Segir þetta eftir mér, ef að þú segir þetta, I obey it. þá hlýði ég. It sounds better in English. Þetta hljóma miklu betur í Guð. Say it in English. If you say it, If you say it, I obey it. I obey it. If you say it, If you say it, I obey it. I obey it. Hallelujah. So one reason I'm still alive Og eina ástæðan sem að ég enn lifandi is that I did something að því að ég gerði that I ákveðin will hlut. end with tonight. Og I will end with this ég tonight. ætla að enda með þessu. You heard me say, Þið heyrðu mig segja, I repented. ég iðraðist. Without repentance, Án iðrunar, there is no restoration. þá engin endurreisn. Repentance Iðrun is to have the courage, að the hafa humbleness kjark og auðmýkt to say to God, að segja við Guð, I was wrong. ég hafði rangt fyrir mér, You were right. þú hafði rétt fyrir þér. When Job Þegar Job, got restored, þegar hann var endurreistur, his restoration started endurreisnin hans byrjaði with his repentance. með iðrun hans. When he says to the Lord, Þegar hann segir við drottin, I was wrong. ég hafði rangt fyrir mér, You were right. þú hafði rétt fyrir þér. I repent. Ég iðrast. My friend, Vini mínir, you don't have to cry over that þú þarft ekki að gráta if you yfir don't þessu, want to. ef þú vilt það ekki. Don't try to trick Trixie. You say Trixie also in your language. Yeah. You don't have to Þú þarft ekki að trixa. þú þarft ekki að feika eða Fake a Trixie. já, eða þú þarft ekki að búa eitthvað til. Try to trixa God. Þú þarft ekki að reyna að feika það frammi fyrir Guði eða gabba Guði. I'm so sorry. Wow. I'm repenting. You're repenting. And then you open your eyes a little bit, you know, Svo opnar hann að þau and God just stands there. og Guð stendur bara þarna. Are you finished soon? Ertu búinn? I don't need your tears now. Ég þarf ekki tárin þín núna. You don't have to show off in front of me. Þú þarft enga sýndamennsku frammi fyrir mér. You just have to change your mind. Þú þarft bara endurnýja hugarfarið. That is the true sense of repentance. Það sönn iðrun. To change our minds. Að breyta hugarfarinu. Peter Pétur, changed his mind. hann breytti hugarfarið. You and I, Ég og þú, we can change our minds. við getum breytt hugarfarinu okkar. Hallelujah. Can you say hallelujah? Getum við sagt halleluja. Because I believe Þegar ég trúi that því we are entering into a new season. að við við fótskurinn á nýrri tíð And all change begins with a new thought. og allar breytingar byrja á nýrri hugsun. Can you say amen to Getum that? við sagt amen við því. Therefore, Því það we must be open to new thoughts þannig þurfum við að vera opin fyrir nýrri hugsun from the Lord. frá drottni. Have you ever been stuck Hafið einhvern tíðan verið föst í farinu, in something? í ykkur. Og það bara svona spólar í sama farinu. You are not coming forward. Og þið You færist ekkert are áfram. stuck. Þú ert bara fastur. You know what you need? Veistu hvað þú þarft? A new thought. Nýja hugsun.
You know, as I said, I'm fixing cars, you know, but even I Eins og ég sagði þá ger ég mikið við bíla. Jafnvel ég can be stuck sometimes. get verið svona fest You have been looking at the problem for so many hours. Ég búinn að horfa á vandamálið svo marga klukkutíma. So your brain is starting to boil, you know. Og það byrjar bara að sjóða á hausnum á þér. And you look at it, you look at it. Og þú ert að horfa á þetta, horfa á þetta. And here comes your neighbor. Og síðan kemur nágranniðinn. And he's been sleeping all day. Og hann búinn að vera að leggja sig allan daginn. He's fresh, you know. Og hann alveg ferskur. Hallelujah. Halleluja. And he's been with his wife. Og hann búinn að vera með konu So sinni. he's super happy. Og hún rosalega ánægð. And now he comes to your garage. Og svo kemur hann í bílskúr hjá Hello, þér. Stefan. Já, Stefan. How are you doing? Og hvernig gengur? Oh, I'm stuck. Ég bara fastur. I don't know how to solve this. Ég veit ekki hvernig á að laga þetta. I can't get this through, you know. Ég bara kemur þessu ekki í gegn. And then he just looks at it. Og hann bara horfir á þetta. What about Hvað með if you do it like this? ef þú gerir þetta svona? And there, Og akkurat þarna, right there, nákvæmlega you þarna, know how þá veistu he is coming with the solution. að hann að koma með lausnina. But you don't want to admit that. En þú vilt ekki viðurkenna það. So you are standing there like you're freezed into Og that point. þú ert bara svona frosinn. And then you are battling on the inside of you. Og það ólgar innra með þér. And you start to build up Og það byrjar að byggjast upp í það. your defense. Og varnirna þínar. Or Eða you repent. þú iðrast. I mean, you change your mind. Þú breytir huga þínum. And listen now. Og hlustaðu. You humble yourself. Þú auðmýkir sjálfa þig. Humble yourself Auðmýktu sjálfa þig before your neighbor. frammi fyrir nágranna þínum. That is not easy to do, you know. Það ekki auðvelt að gera. Especially that kind of neighbor. Sérstaklega svona nágranna. That is sitting all day drinking beer, you know. Sem situr allan daginn að drekka bjór. And he's drunk all day long, you know. Hann bara fullur And allan he just daginn. comes in with the solution, you know. Og svo kemur hann bara lappandi með ykkur lausn. What about if you do like this? Já, ykkur bara gerir þetta ekki svona. And your whole pride system. Og allt stolt í þér. Here you've been working with this your whole day, you know. Og þú búin að vera að vinna allan daginn. And here comes beer man, you know. Og hérna kemur bjórkallinn. What about this? You go like this, you know. Bara Take it gerðu out. svona. Oh. You know, then you can say, you don't know nothing. Og þá getur þú sagt, þú ekki hundsvit á þessu. I looked at your car. Ég horfði á þinn bíl. It's full of demons. Og þetta bara fullt af dímonum. Not even the devil wants to drive Og it. djöfulli vill ekki eins og í bílu. And here you come to my nice car. Og hér kemur My að mínum nice fallega garage, bíl. you know. My nice garage. Og kemur inn í flotta bílskúrum Stinking minn. beer. Og lyktar af bjór. And come with this kind of saying. Og kemur bara með Who svona do you setningu. think you are? Hvern þykist þú vera? Go back home and drink your beer. Farðu heim og fá þér annan kaldan. You know, pride Þessi hrókin, stolti. can come in all kinds of variations. You know. Kemur í öllum litum. Or you can humble yourself. Eða þú getur auðmýkt sjálfa. Oh, thank you, neighbor. Og takk fyrir nágranni. That didn't come from you. Þetta kom ekki frá þér. That came from your heavenly Father. Þetta kom frá himnum, frá himnesku faðir. It's a revelation from the Lord. Þetta opinberun frá Drottni. Because you, beer man, Af því að þú you know nothing about this. Þú veist ekkert þetta. Sometimes we are stuck. En stundu þá bara festust við. And I know. Og ég veit. Here tonight, Og í kvöld. there are people, you are stuck. Það fólk sem bara fast. And you think that, I will never come out of this. Og þú hugsa, ég kemst aldrei út úr þessu. I mean, you've been thinking so much. Þú búin að hugsa svo mikið. So you forgot how to think. Að þú búin að gleyma þig hvernig á að hugsa. It's boiling in. Og þetta bara bublar og kraumar I can see that. The smoke is coming out of your Ég sé að head. það ríkur hérna úr hausunum. And you don't have any solutions. Og þú hefur enga lausn.
But then the Lord will come En síðan kemur and drottinn. say, speak to the rock. Sagði, talaðu við klettin. Go behind them. Farðu bak við. Wait from the sound of the balsam tree. Býttu eftir að heyra God vindin í will kórnum always og give trjánum. you some directions. Guð gefur þér alltaf ykkur að leiðsögn. But they may not be what you want. En það kannski ekki það sem þú vilt. But it will be what you need. En það nákvæmlega það sem þú þarft á Can að you halda. say amen? Getur sagt amen. Can you shout adjustment? Hallelujah. Halleluja. I said hallelujah. Ég sagði halleluja. You know, I've learned much about my life Ég hef lært mikið af lífi mínu by studying myself. með því að eiginlega stúdera sjálfa mig. You know, I speak to myself. Ég tala við sjálfa mig. I said, Stefan, can you stop? Ég segi, Stefán, getur þú hætt Oh, þessu? you're crazy, Stefan. Ertu alveg gengin á göflunum? You know, I'm a little bit of a control freak. Ég stundu svolítið stjórnsamur. I have something, I just want to testify here for Ég you. bara játa það hér frammi fyrir ykkur að ég I cannot stand when there is, you know, laundry in the Ég þori ekki þegar þvottakarfan er full. So I can use one washing machine Ég get notað bara eina for þvottavél one sock. og fyrir eitt sokk. It's true. Það er satt. I can. Ég bara, I know I know I'm sick in many ways. ég veit að ég er svolítið lasin á margar máta. A little bit, yeah. Já, bara smá. Thank you. Just a little bit. Bara smá. And then when I come to this control stuff, you know, Og þegar because ég kem að svona I never control people. stjórna einhverju hlutum, en ég That's ég why I reyni ekki að have to stjórna fólki. control the car, control everything that is dead, you know. I try to control it. Bílnum, öllu öðru. And my wife thinks it's wonderful. Og kona mér finnst það It's æðislegt. always clean in the washing room. Það alltaf hreint í þvottahúsinu. Always, you know, because Af því að ég bara ræð mér I ekki. can't stand that. Ég þoli þetta bara But ekki. sometimes I need to talk to En myself. stundum þarf ég bara að tala við sjálfa mig. I speak to myself in the middle of the night Og ég tala við sjálfa mig when I come home after preaching þegar ég kem heim eftir að hafa and predikað see my wife's socks og sé sokka kona in mína. the laundry. Það eru hérna í þvottakorfunni. Og ég bara... I need to go to the washing machine. Ég þarf að þvo þetta. And then I speak to myself. Síðan tala ég við sjálfa mig. Stefan, Stefán, relax. slakað á. Those socks Þessi sokkar will be there in the morning. verða þarna í fyrramáli. They will go nowhere. Þeir eru ekki að hlaupa neitt. Sometimes you and I have to speak to ourselves, you know. Stundum þurfum við að tala til okkar við okkur sjálf. Try to do that. Reyndu það. Have you ever said to yourself, Hefur ekki sagt til sjálf. what's wrong with you? Hvað er eiginlega að þér? Shape up. Bara komdu þér í gýrin. Are you crazy for real? Ertu gengin á göflunum í alvöru? Speak to yourself. Talaðu við sjálfa þig. Because sometimes Þegar stundum, we need to come out of those tracks, you know. og þá þurfum við að fara út af þessu And spori. God will help us Og Guð mun hjálpa okkur to do that. til þess að gera það. For you that are stuck, Fyrir ykkur sem eru föst. God wants you to come out of those tracks Guð vill að þú farir út úr þessum sporum and put you into a new track. og setja þig á nýja braut. Or every track in the railways, Sérhver braut. they have this växlar, they have this, what do you call that in English? Junction box. Svona járnbrautataunar, þá eru svona alltaf það sem hægt að skipta og þeir flytja sig yfir á annan járnbrautatein. I got it for you. And maybe some of you, you're at that place. Og sum ykkar eru á There is a junction þessum box. farvegi og síðan kemur svona skiptistöð They will shift, sem mun bara beygja svona aðeins til adjust, og bara rétt so stilla that you will come into a new og þú kemur bara inn á nýjan farveg. track. The place where God wants you. Akkurat á staðin þessi Guð vill fá þig. Hallelujah. Halleluja. I preached too long, Ég er búinn að predika stutt. but Búinn að predika aðeins svo langt, sagði. I haven't been here for so many years. En ég er ekki búinn að vera þetta svo lengi.
But I'm finished now. En ég kem nú að lokum. Hallelujah. Halleluja. Praise the Lord. Lofsi Guð. There is a release coming. Það lausn framundan. And that release Og svo lausn will come to you also. það sem verður leyst úr læðingi mun Some koma of til you- þín líka. Some of you, 2025 Sum ykkar, þá var árið was one of the 2025 toughest years of your life. var eitt af erfiðustu árum lífs ykkar. But this year En þetta ár will be different. mun vera öðruvísi. I'm not saying that everything will be fine, Ég ekki að segja að allt verði bara í góðu lagi. but if you are willing En ef þú hefur to viljan make til those adjustments að gera þessar litlu stillingar and humble yourself og auðmíkja sjálfa þig and repent before the Lord og iðrast frammi fyrir Guði, so that He can begin to lead you að hann megi leiða þig áfram the way He wants þann veg sem hann vil and give you His og instructions, gefið þér sínar áætlanir. then He will see to Og þá mun hann sjá til þess that you are in a new place, að þú sért á nýjum stað, í nýjum haga, not far from here, ekki langt í not burtu long hér, ago, not for a long time, ekki í langa tíð, but soon en mjög skjótt, it will come. þá mun það verða. And all the people said, Og all fólki sagði, Amen. Let's stand up on our feet. amen, við skulum rísa á fætur.